Verið velkomin í orðaskipti. Myndin af heilugu fjölskyldunni, Jesú, Maríu og Jósef, líklega ein þekktasta ímynd kristnara hefðar. En hvað stendur raunverulega á bakvið hana? Heimildinar okkar, allt frá biblíuskýringum Marie Noel Thobut til sagnfræðigreiningar Cecil Vanderbilt Diag, vekja upp mjög grundvallar spurningu. Kjarninn í umræðu okkar í dag eiginlega þessi. Heilaga fjölskyldan eilíf, guðleg fyrirmynd fyrir allar fjölskyldur, rótfest í guðspjöllunum frá allra fyrstu tíð, eða sú mynd sem við þekkjum best í dag, þessi kjarnafjölskylda, kannski frekar söguleg smíð sem var til á 19. öld til að þjóna ákveðnum markmiðum kirkjunar. Ég hallast að þeirri túlkun að í guðspjöllunum finnum við guðfræðilegan kjarna sem gerir heilugu fjölskylduna á síðagildri fyrirmyndum trú og fraudseg. Kjarnafjölskyldu sé, merkilega ný af nálinni og sprottin af félagslegum og pólitískum þörfum kirkjunar á ákveðnum tímapunkti. Jæja, byrjum þá á textunum sjálfum. Það sem heilar mig við frásagnir guðspjallana að þær sýna okkur ekki eitthvað sigur húðaða glansmynd. Alls ekki. Þetta fjölskylda á flótta, þau eru fátæk, þau eru í rauninni pólitískir flóttamenn sem flýja ofsóknir Heródesar. Þetta ekki áhyggjalaust líf. Kjarni fyrirmyndarinnar, að mínum mati, liggur einmitt þar, í því hvernig þau takast á við óvissu og erfiðleika með trú. Og þar Jósef algjör lykilpersóna. Faðir Shannon Pera kallar hann bjargvætt frelsarans, sem mér finnst vera mjög sterk lýsing. Hann verndarinn sem lustar á Guð í draumi og tekur ákvarðanir sem vernda barnið og móðir þess. Þetta djúpstæði fyrirmyndur fornust föður hlutverk. Ekki efa að þessar sögur séu í guðspjöllunum, en þetta raunverulega sú mynd sem kirkjan hefur alltaf haldið á lofti? Þú talar Jósef sem sterkan verndara, en guðspjöllin sjálf eru ótrúlega fámálumann. Hann segir ekki eitt einasta orð. Hversu mikið af þessari mynd eiginlega í textanum og hversu mikið síðari tíma hefð sem hefur verið byggð ofan á þessar fá línur til að skapa ákveðna hugsjón? Það góður punktur, en fjarvera orða þýðir ekki fjarveru mikilvægis. Gjörðir hans tala sínu máli. Hann tekur Maríu að sér, hann flýr til Egyptalands, hann snýr aftur. Allt saman byggt á guðlegri leiðsögn. Þetta ekki bara saga af manni sem fylgir skipunum, þetta saga af trusti. Og það sem meira, þetta ekki bara einhver persónuleg saga þeirra. Hún djúpt sámávin sögu Ísraels. Marie Noel Thobut bendir á hvernig Matteus guðspjallamaður tengir þetta allt saman. Flóttinn til Egyptalands og heimkoman, þetta eru beinar vísanir í sögu Ísraelsþjóðarinnar. Jesús hinn nýji Móses sem kallaður frá Egyptalandi til að frelsa fólk sitt. Fjölskyldan því ekki bara umgjörð, hún sviðið þar sem sáluhelbar sagan birtist. Ég skil þessa guðfræðilega dýpt, en þú getur ekki hort framhjá tímasetninguna á því hvenar þessi tiltekna mynd verður algjörlega allsráðandi. Af hverju verður þessi áhersla á hina heilugu kjarnafjölskyldu svona gríðarlega mikilvæg akkurat á lokametrum 19. aldar? Það ekki tilviljun. Sagnfræðingurinn Cecil Vanderbilt Diag, sem hefur sérstaklega rannsaka hvernig ímyndir dýrlinga breytast í takt við samfélagslegar þarfir, sýnir fram á að það var ekki fyrr en árið 1893 sem Leo 13. Pavi gerir hátíð heiluga fjölskyldunar að almennri hátíð í katólsku kirkjunni. Ertu þá að segja að þessi mynd sem allir þekkja sé í raun ekki nema rúmlega 100 ára gömul í sinni formlegu mynd? Hvað þá á undan? Nákvæmlega. Á undan þessu voru myndirnar oft allt öðruvísi. Þar voru víðtækari, þú sást allt Maríu með Jesúbarninu, en þá kannski með ömmu sinni, Önnu eða Jóhannesi skírara. Fjölskylduhugtakið var víðara. Áherslan var líka öðruvísi, hún var guðmiðjuð. María og Jósef skiptu máli vegna þess að þau tengdust holdtekju Krists, ekki endilega sem einhver sjálfstæð fyrirmynd fjölskyldulíf. En á 19. öld gerist eitthvað. Kirkjan missir mikið á sínum verðarlegu völdum, páfagarður missir yfirráði yfir landsvæði á Ítalíu og áhrif upplýsingar og verðarahyggju vaksa. Kirkjan þarf því að finna nýjar leiðir til að hafa áhrif. Og þá verður fjölskyldan sem hornstein hins nýja borgaralega samfélags að nýjum vígvelli.
Að lyfta heilögu fjölskyldunni upp sem hinni einu sönnu fyrirmynd var stefnumarkandi ákvörðun til að endurheimt áhrif í gegnum hið persónulega líf fólks. Ég sé þetta sögulega samhengi en ég er ekki sannfærður það hafsanni guðfræðilega kjarnan. Mætti ekki alveg eins halda því fram að kirkjan hafi einfallega verið að vakna til meðvitundar dýpt sem var alltaf tilstaðar í ritningunni en hafi bara ekki verið lögð áherslu á hana áður. Kirkjan er lifandi hefð. Það að áhersur breytist þýðir ekki að sannleikurinn sjálfur sé nýr. Tökum aftur textana. Það bendir líka á titilinn Nasarei. Það er ekki bara vísun í þorpið Nasaret. Hún tengir það við hebresku orðin netser sem þýðir sproti eða grein og vísar í spáðumunum sprotan af rót Ísai, þar að segja af ætt Davids, og líka við Nasir sem merkir helgaður Guði. Þetta er ekki bara tilfallandi smáatriði. Þetta sýnir hversu djúpt þessi fjölskyldusaga er rótföst í spáðumum Gamla testamentinsins. Þessi guðfræðilega merking er ekki 19. öldar uppfinning. En túlkunin og notkunin á þeirri merkingu er það sem skiptir máli hér. Þú talar þessa fjölskyldu sem kröftuga fyrirmynd. Kröftug fyrirmynd fyrir hvað? Fyrir flóttafólk, vissulega. En hvernig var þessi saga af fjölskyldu á vöggangi að fyrirmynd fyrir stöðuga borgaralega kjarnafjölskyldu, þar sem faðirinn fer til vinnu og móðurinn er heima? Það er þessi þýðing og þessi umsköpum sem ég er að draga í efa. Það er risastort stökk þar á milli. Og ef við lítum á aðra biblíulega fyrirmyndir fjölskyldulíf, þá sjáum við að þær eru mjög lítaðar af sínum tíma. Tökum bref Páls til Kólasumanna, sem er einmitt einn af textunum sem lesin er á hátíð heilaga fjölskyldunar. Þar stendur, konur verið undirgefnar eiginmönnum ykkar. Þetta er ekki tímalus fyrirmynd. Þetta er fyrirmæli sem endurspeglar algjörlega það feðraveldi sem var við lýði á þeim tíma. En þú sleppir seinni hlutanum. Það er það sem Þabut bendir á. Í sömu andra segir Pál, eiginmenn elskið konur ykkar, og hún heldur því fram að á þeim tíma hafi þetta verið algjörlega byltingarkennt. Í rómverskum lögum var eiginmennin pater familias með vald yfir lífi á dauða sinna heimilsmanna. Skyldan til að elska konu sína, ekki bara stjórna henni, var róttæk nýjung. Þetta sýnir einmitt það sem ég er að halda fram, að kristin opinberun er ekki bara afurð menningar sinnar, heldur umbreytur hún á göfgal félagslegu mynstur innanfrá. Hún er ekki bundin við menninguna, heldur endurmótar hana. Þetta er ekki söguleg afstæðarhyggja, heldur guðleg inngrip í söguna. Val á textum fyrir messuna, eins og A.B. Pál lýsir, er ekki tilviljun. Það er hluti af þessari guðlegu uppeldisfræði kirkjunar sem miðar að því að afhjúpa þennan dýpri, varanlega sannleika, smátt og smátt í gatnum aldirnar. Ég kaupi ekki alveg þessa hugmyndum guðulega uppeldisfræði sem einhvers konar óslitna línulega framrás í átta meiri sannleika. Veruleikin er miklu flóknari og, sóðalegri. Eins og Van der Pelen Djager segir, þá er kirkjan ekki ein helsteipt eining. Hún er vettvangur varanlegra spennu milli ólíkra fylkinga, ólíkra guðfræði túlkana og ólíkra valdahagsmuna. Að festa sig við eina rétta fyrirmynd kjarnafjölskylduna sem var hafin til skýja á 19. öld er að koma fram hjá öllum þeim fjölbreytileikar sem hefur verið til staðar. Hugsaðum það, hugtakið fjölskylda innan kirkjunar hefur alltaf verið margþrætt. Við tölum páfafjölskylduna sem hirð páfa, klausturreglur eru skipulega sem andlegar fjölskyldur þar sem meðlimar eru bræður og systur. Þetta sýnir svart á hvítu að áherslan á hina blóðtengdu kjarnafjölskyldu er hvorki eina nei endilega mikilvægasta fyrirmyndin í sögu kristninnar. Hún varðað af pólitískum ástæðum. En er ekki hægt að líta á þetta sem bæði frekar en annarkvort eða? Að andlara fjölskyldur eins og klausturreglur séu til staðar útilokar ekki gildi blóðtengdara fjölskyldu sem grunneiningar. Ég held að þú vanmetir hversu djúpt þessi fyrirmyndur raunverulega situr í guðspjöllunum. Hún er heilög, ekki bara vegna þess að Jesús var hluti af henni, heldur vegna þess að hún sýnir hvernig Guð kemur inn í hið mannlega, hið hversdagslega, hið sóðarlega. Heilagleikin er ekki fjárlegur, hann er fólginn í því að skiptum bleiur, flýja ofsóknir og ala upp barn við erfiðar aðstæður. Þessi mannlega reynsla sem Guð helgar með nærveru sinni er það sem gerir hana varanlegir fyrirmynd, óháð því hvernig kirkjulegar áherslur hafa brist. Ég er alveg sammála því að holdtekjan, það að Guð gerist maður, er kjarnin í kristni trú, en spurningin er hvernig við túlkum afleiðingarnar af því.
Að innblína svona ákaft á þessa einu fjölskyldugjör sem hína guðlegu fyrirmynd hefur líka sína neikvæðu hliðar. Hvað með þá sem passa ekki inn í þann ramma? Einslæpar maður, barnlási hjón, samkynhneigða pör. Ef heilaga kjarnafjölskyldan sett á stall sem eina hugsjónin, þá hætta að allir aðrir fjölskylduveruleikar séu álitnir annars flokks. Mín sögulega greining bendir til þess að þessi upphafning hafi verið tæki til að styrkja ákveðna borgarlega samfélagsgerð, ekki endilega til að fagna öllum birtingamyndum mannlegs lífs. Það mikilvægur greinarmunur. Það vissulega gild ábending hættuna á útilokun. En ég held að lausnin sé ekki að afskrifa fyrirmyndina, heldur að dýpka skilning okkar á henni. Saga heilugu fjölskyldunar saga af óhefbundni fjölskyldu. Þetta fjölskylda sem verður til við óvæntar aðstæður, með fósturföður og þarf að takast á við fordóma og útilokun. Hún í raun fyrirmynd að fjölskylda skilgreind af ást, fornfýsi og trú, ekki bara af hefðbundnum formsatriðum. Kannski það mitt 19. aldartúlkunin sem þú gagnrýnir sem þrengdi fyrirmyndinu of, en ekki fyrirmyndin sjálf eins og hún birtist í guðspjöllunum. Þarna við kannski að nálgast einhverjum sameiginlegan skilning, að þá þurfi að greina á milli biblíulegra frásóknar og síðari tíma stofnanavæðingar hennar. Ég held samt fast við það að svo stofnanavæðing, sérstaklega á 19. öld, hafi verið svo áhrifamikil að hún hefur nánast yfirskrifað upprunalegu frásóknina í huga almennings. Hinn opinbera ímynd sem kirkjan ýtir undir var ekki myndin af henni róttæku, óhefbundnu flóttamannafjölskyldu, heldur hinni reglusömu, feðraveldislegu borgarafjölskyldu og það svo mynd sem söguleg smíð. Að lokum staða mín þá svo að þrátt fyrir breytilegar áherslur og vissulega sögulega mótun í dýrkun og framsetningu, þá guðfræðilegur grunnur heilugu fjölskyldunar óhaggandlegur. Hann rótfastur í reikningunni sem fyrirmynd trú, forfýsi og samvinnu við Guð í miðjum mannlegum raunum. Þessi kjarni ekki afurð 19. aldar, heldur lifandi veruleiki sem talar inn í allar aðstæður. Og ég held með við þá niðurstöðu að þótt frásagnirnar séu vissulega tilstaðar í guðspjöllunum, þá var hinn sérstaka upphafning hennar sem hinnar einu hugsjónar kjarnafjölskyldu afgerandi mótuð af sögulegum og félagslegum þörfum kirkjunar sem stofnunar á tilteknum tíma. Að skilja þá sögu líkilatriði til að geta lesið textana án þess að vera undir oki síðari tíma túlkunarhefða. Þessi ólíku sjónarmið sýna vel spennuna sem getur myndast þegar við lesum forna texta og hefð. Annarslega svo sýna í þeim búi sígildur sannleikur sem opinberast smá saman og hins vegar svo sýna túlkun okkar og áherslur séu óhjákvæmilega letaðar af mannlegri sögu og þörfum stofnana. Í heimildunum sem við styðumst við enn meiri efniviður að finna til að kanna þessar flóknu og heillandi spurningar.